Arnfríður Guðmundsdóttir, fulltrúi í A-nefnd stjórnlagaráðs, þeir að leggja fram tillögur trúmál á 11. ráðsfundi. Geturðu sagt okkur aðeins frá þeim? Já, þetta eru sem sagt annars vegar ákvæði trúfrelsi og hins vegar ákvæðið þjóðkirkjuna. Og við höfum farið þá leið í nefnd A að við útvíkkum trúfrelsisgreinina, við gerum hana ítarlegri í samræmi við erlendar fyrirmyndir og við skilgreinum þar mjög ítarlega sem sagt hvað felst í trúfrelsi. Það bæði frelsi til þess að trúa og til þess að rækta trú sína á opinberu vettvangi og á einkavettvangi. Og svo sjálfsögðu það líka fullt frelsi til þess að standa utan trúfélaga og þannig sem sagt vera trúlaus. Það sem nýtt í þessari grein líka ekki bara að vera útvíkkuð og ítarlegri, heldur erum við að taka ákvæði sem núna í 62. grein, þar sem stendur svona efnislega að hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja og ríkið skal styðja hana og vernda. Við höfum sett sér ákvæði þjóðkirkjuna sem bara stutt og laggott. Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja. Og það sér ákvæði og það semst annar valmöguleiki í þessu ákvæði. Hinn valmöguleikin að þetta ákvæði fari út. Þannig að við lítum svo á að það sé ekki stjórnlagaráðs að skilja að ríki og kirkju, heldur sé það eitthvað sem að þjóðin mun fá og þarf að fá tækifæri til þess að kjósa Og þannig það í núverandi stjórnarskrá. Þannig það kveðið á það að ef að Alþingi samþykkir breytingu á kirkjuskipaninni, þá skuli það vera sett í dóm þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Síðari hlutin af þessu núverandi 60. öðru ákvæði að ríki skuli vernda og styðja, höfum við sett sem hluta, sem 3. málsgrein af trúfrelsisákvæðinu eða í trúfrelsisákvæðinu, og við höfum leið sem sagt tekið stuðningin út og sagt og víkkað það og sagt stjórnvöld skulu vernda öll trúfélög og lífsskoðunarfélög og öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Og þetta kannski stóra breytingin sem við erum að leggja til. Nú hefur verið talsverð umræða við áfangaskjal ráðsins og jafnframt í innsendum erindum trúmál. Eru þið að taka einhverju leyti tillit til þess sem þar kemur fram? Já, ekki spurning. Það erum við að gera og það mjög ljóst öllum að þetta stórt mál og það stórt mál fyrir þjóðinni hvort það á að vera þjóðkirkja eða ekki. Fólk hefur mjög ákveðna skoðanir, það hafa mjög margir mjög ákveðna skoðanir á þessu máli og við ætlum okkur ekki hér 25 manna hópur að taka þessa stóru ákvörðun og við teljum okkur ekki hafa rétt til þess. En innsend erindi sem að við höfum vissulega farið mjög rækilega í og erum að taka tillit til í okkar umræðu og í okkar vinnu, þau í rauninni sem sagt endurspegla allar skalan. Þau alveg frá því að fólk
segir sko út með þjóðkirkjuna, út með sem sagt öll trúarlega ákvæði, við þurfum ekki að hafa þau inni í stjórnarskránni og alveg yfir í það að fólk segir ég vil að í stjórnarskránni sé yfirlýsing það að íslensk þjóð sé kristin þjóð eða íslensk samfélag sé kristi samfélag. Þannig að skoðanirnar eru mjög ólíkar og það mun væntanlega verða mikil umræða þetta mál áfram.